Góðan daginn og velkomin öll. Gunnhildur Gísladóttir heiti ég og reiðurþjálfi og starfa sem sérfræðingur á heilsu- og umhverfissviði hjá Vinnueftirliti ríkisins og ég verð fundarstjóri hér í dag. Það eru VIRK, embætti landlæknis og Vinnueftirlit ríkisins sem að bjóða upp á þennan morgunfund heilsueflandi vinnustaði undir yfirskriftinni líðan starfsfólks og leiðir til velsældar. Þetta er 7. morgunfundurinn hjá okkur í fundaröð heilsueflingu á vinnustöðum og er hluti af samstarfi embætti landlæknis, Vinnueftirlitsins og VIRK heilsueflingu og forvarnir á vinnustöðum. Markmið samstarfsins er að stuðla að betri heilsu og vellíðan vinnandi fólks, fyrirbyggja kulnun og minnka brottfall af vinnumarkaði. Við höfum á þessum morgunfundum leyft ykkur að fylgjast með samstarfsverkefninu okkar heilsueflingu á vinnustöðum, en það verkefni hefur verið í gangi frá árinu 2019 og er nú á lokametrunum. Þau 10 fyrirtæki sem tóku þátt í frumprófun á viðmiðum verkefnisins eru núna búin eru að skila inn sínum athugasemdum og það er verið að vinna úr þeim. Svo verkefni er í fullum gangi þrátt fyrir síðasta ár sem að setti strik í reikningin hjá mörgum fyrirtækjana. En umfjöllunarefni dagsins í dag er einmitt líðan starfsfólks á vinnumarkaði og leiðir til að efla velsæld á tímum COVID og hvað geta vinnustaðir gert til þess að bæta líðan starfsfólks. Við fengum hingað 3 öflugar konur til þess að segja okkur frá þeirra sýn. Það eru þær Dóra Guðrún Guðmundsdóttir frá embætti landlæknis, Gunnur Líf Gunnarsdóttir frá Samkaupum og Hildur Atladóttir frá Ísal. Kannski bara svona örlítið praktísk mál áður en við höldum lengra. Það er velkomið að skrifa til okkar spurningar á kommentakerfinu og ég mun síðan bera þær upp við fyrirlesarana. Þessum fundi er streymt og hann mun vera aðgengilegur á heimasíðum Vinnueftirlitsins og VIRK og embætti landlæknis eins og fyrri morgunverðafundir. Svo vil ég bara minna fólk á að standa upp ef þið hafið tök á því þar sem við munum ekki taka hlé á milli erinda. Og já, þá held ég að sé svona komið og þá held ég að við bara rennum okkur í fyrsta erindið sem er erindi Dóru Guðrúnar Guðmundsdóttur, sviðsstjóra hjá embætti landlæknis. Hún hefur komið að fjölda rannsókna og hefur árabil verið í fararbroddi lýðheilsu, auk þess að hafa komið á laggirnar námi í jákvæðri sálfræði. Erindi hennar hér í dag ber yfirskriftina Líðan fullorðinna Íslendinga 2020. Var hún öðruvísi en árin á undan? Hvað getum við gert til að bæta hana enn frekar? Dóra Guðrún, gjörðu svo vel. Takk kærlega fyrir. Já, ég var beðin að fara aðeins yfir svona niðurstöður á líðan, á rannsóknum á líðan fólks, fullorðinna Íslendinga, sem mögulega eru á vinnumarkaðinum árið 2020 og bara takk kærlega fyrir boðið. Ég ætla að fara aðeins yfir það við vöktum heilsu og líðan Íslendinga með það sem við köllum að vakta, við spyrjum eða fáum gallup til að spyrja fyrir ykkur í hverju mánuði. Þannig að við getum skoðað svolítið hvernig líðanin þróast eða hvernig svörun er, hvort hún er mismunandi milli mánuða og mismunandi milli ára. Og nú eins og Gunnhildur minntist á að þá var árið 2020 margt sérstakt og það er kannski gott að staldra hans við og velta fyrir sér hvernig leið okkur árið 2020 og líður okkur betur eða verr en árin á undan. Ég ætla aðeins að skoða líka munur á körlum og konum og munur eftir aldri. Og svo þegar ég er búin að fara yfir þessa niðurstöðu þá langar mig einmitt aðeins að fara inn á hvernig vinnum við aukinni hamingju og vellíðan eða velsæld á vinnustöðum með því að fara aðeins yfir svona atriði sem að kenningar jákvæða forystu, jákvæða stjórnun eða jákvæða vinnustaðamenningu, hvað það segir okkur og hvað við getum tekið frá því. En vöktun sem sagt á heilsu og líðan Íslendinga, þetta eins og ég sagði, við vöktum reglulega nokkra helstu áhrifaþætti. Markmiðið er að fylgjast bæði með heilsu, hegðun og líðan Íslendinga og þróun þessara helstu áhrifaþætta heilbrigðis og vellíðanar. Og það er Gallup sem framkvæmir þessa könnun og við höfum sett fram helstu niðurstöður eða það sem
á það sem við köllum lýðheilsuvakt á vef landlæknir.is og ég hvet ykkur til þess að skoða það. Það er linkur þarna inn og ef þið skrifið líka lýðheilsuvakt þá ættu þetta inn á það en þessi linkur leiðir ykkur beint á lýðheilsuvaktina. Og ég í rauninni að ætla að sýna ykkur nokkrar niðurstöður eða töflur úr þessari lýðheilsuvakt og leiða ykkur aðeins í gegnum þetta. Þannig að þeir sem elska tölulegar niðurstöður og töflur, þetta verður bara góðsenti fyrir ykkur. Þið sem eigið aðeins erfiðara með og að svona morgunsárið að skoða töflur, þá mun ég nú leiða ykkur vel í gegnum þetta allt saman. Þannig að ekki hræðast allar þessar tölulegu töflur. En hér er fyrsta taflan og bara svona aðeins líka, þetta verða nokkra svona töflur, bara aðeins að setja ykkur inn í þetta. Þá er þarna gráa súlan er 2019 og bláa súlan er 2020 og svo erum við þarna með janúar til desember og þarna er hlutfall fullorðinna sem metur andlega heilsu sína góða. Og við getum bæði hort bara svona eins og súlurnar og séð bara þróunina og svo getum við viljum fá þetta nákvæm að skoða tölurnar og við getum bara séð til dæmis í janúar 2019 þá eru 78,5% sem að telja meta andlega heilsuna góða meðan að það er 73% í janúar og það séu að það var nú ekkert COVID byrjaði í janúar þannig að það er einhver munur þarna 2019-2020 sem að við getum kannski vitum ekkert nákvæmlega hvað veldur og svo við skoðum með desember lok ársins að þá er það í rauninni ef við snúist við þá er aðeins fleiri sem að meta andlega heilsuna góða árið 2020 heldur en 2019. En þetta er ekki marktækur munur, þessar svörtu súlur, þeir sýna svona öryggisspilið og það þyrfti að vera þannig að þær myndu ekki skarast til þess að það sé marktækur munur. Þá erum við svona búin að taka tölfræði 101 svona á hraði þannig að þið getið skoðað þessar töflur svona með mér en ég mun leiða ykkur vel í gegnum þetta. Fljótt og litið við bara horfum á þessa mynd, þá virðast einmitt ekki vera miklar breytingar hvorki milli ára né milli mánuða. En þegar við förum að skoða ákveðna hópa, skoðum bara mun á karlum og konum og svolítið skoða líka mismunandi aldur, þá kemur aðeins meiri munur. Núna ætla ég að sýna ykkur efri myndin eru karlar og neðri myndin eru konur. Og það sjáum við að jú, það er aðeins munun, það er hvergi samt einhver marktækur munur. Þannig að sjáum við að karlar samt almennt, bara við horfum yfir töfluna, við erum að sjá til dæmis í janúar 2019 85%, meðan að konur eru þá 71%. Það er svona yfirleitt, ef það er munur og þá er það frekar, þarna væri marktækur munur endar í janúar 2019. En svo 2020 þá er það 75 hjá körlum og 70 hjá konum, jú, líklega marktæk, en þarna, já, þannig að það er svona yfirleitt frekar þannig að það er hærra hlutfall karla sem metur andlega heilsu sína góða heldur en kvenna. Og ef við skoðum þetta bara líka þó svona seinustu mánuðina, bara nóvember og desember, að þá erum við að sjá það að þá hefur þetta næstu snúist aðeins við og það eru fleiri konur í desember 2020, 73,6%, meðan það eru 70,5% karla sem meta andlega heilsu sína góða. Og þannig að eitthvað varðan, en hins vegar ef við færum bara í október að þá er hlutfallið mun hagstæðara karlmenn, þá er 78,5% karla, meðan það er bara 65% kvenna. Þannig við sjáum það eru sveiflur milli mánaða sem við vitum ekkert alveg nákvæmlega hvað veldur. En það kemur kannski svolítið óvart og við sjáum það að þessi desember mánuður kvenna, já, það var hærra hlutfall heldur en við höfum kannski séð áður, kannski verið þessi desembermánuði verið afslappaðri heldur en margir aðri desembermánuði. Við skoðum aðeins streituna á eftir. Ef við skoðum hins vegar eftir aldri, þá sjáum við mjög sláandi mun og það er sérstaklega þessi yngsti hópur sem er svona miklu lægra heldur en eldri hóparnir. Við getum ekki skipt í fleiri aldurshópa en þetta og 18-34 ára er þetta mjög svona, það er stórt aldurspil. Það er fólk ólíkum sumir þarna ennþá bara að klára menntaskóla og háskóla og aðrir, þetta er samt líka fólki sem eru svona að stíga fyrstu skrefinu og vinnumarkaðinn og við getum ekki skoðað, við höfum ekki gögn núna til að skoða munum þeir sem eru í vinnu og þeir sem eru ekki í vinnu, en við kannski höfum vísbendingar það er frekar yngra fólk sem á erfitt með að fá vinnu og við vitum það að vera ekki í vinnu hefur ekki góð áhrif á líðan. En það er líklega eitthvað annað þarna líka og við erum að sjá þetta líka í framhaldsskólakönnum og annað að
það þýðir bara unga fólkið okkar, ungmennin okkar og það nær líka þarna upp og við höfum náð að skoða þetta líka 18 til 24 ára þegar við skoðum yfir heilt ár og svo þá 25 til 34 ára og það líka, 25 til 34 ára hópurinn líka með mjög lægri andlega líðan, hlutfallir sem að upplifa góða andlega líðan heldur en eldri aldurshóparnir og þetta mjög sláandi líka að sjá þennan mun og það þess vegna sem svo líka gott að við erum bæði að skoða þarna milli mánuða og milli ára að í desember 2020 54,3% og það ekki bara eitthvað sérstakt í desember, það líka 56,9 og undan og 59,7, þetta undir 60 meðan árið á undan desember 66,9, reyndar hefði verið þarna eins og 7. október, nóvember 2019 líka lágt, en við erum að sjá bara þarna töluvert undir 60% oft á tíðum, meðan við erum að sjá 35 til 54 ára með 78%, þar hefur líðan þeirra í rauninni bara batnað desember 2020 samanborið 2019 og líka bara þau eru með 80%, 55 ára eldri sem að neta andlega heilsuna góða. Þannig að þetta kannski svolítið lykillinn í því sem við erum að sjá, að bara svona lykil niðurstöður að þessi yngsti aldurshópur okkar að koma verr út heldur en aðrir. Og við skoðum hamingjuna, þá við myndi ekki, þá eru svona oft 60% Íslendinga sem að svara að þessi meta hamingju svona á skalum 1 til 10, svona meta hana frá 8 til 10, alveg þarna í toppnum, eru mjög hamingjusamir. Það mjög oft 60%, þess að við sjáum þarna bara á 2018 og 2019, þá sjáum við oft svona 60%. En þetta lækkar svolítið og seinustu og desember þar þó andlega heilsan sé góð, þá ekki margir sem meta sig mjög hamingjusama. Það bara 53% af heildinni, þannig að við sjáum aðeins lækkun þar. Það reyndar 55 með 2018, þannig að við myndum gott að meta það, ekki bara bera saman 2019. Og svo við skoðum karl og konur, að þá ekki gríðarlegur munur þar yfir heildinni, yfir þá ekki margtakur mun og konum, körlum nema þarna 2020. Þá það 46,5% karla sem eru mjög hamingjusamir á móti 60% konum. Þannig að þarna erum við með færri, þá karlarnir voru almennt með þetta andlega heilsuna betur, en það eru færri sem eru mjög hamingjusamir. Það eru fleiri konur sem eru mjög hamingjusamar. Nú ef við skoðum unga fólkið, að þá fáum við aftur svolítið sláandi niðurstöður. Við erum ofta að sjá þarna eins og við segjum kringum 60% sem metur þetta og 35 til 54 ára dettur svona svolítið nálægt þessum 60%. Meðan við erum að sjá niður í 40% 18 til 34 ára. Og þetta bara mjög sláandi. Við höfum ekki séð þetta oft áður að við fáum mælingar niður í 40%. Þannig eins og það var í desember. Nú ef ég ætla aðeins að taka saman, ég hef greint úr gögnum okkur heilsulegan Íslendinga sem ég gat skoðað eftir starfsheitum hamingju. Ég ætla bara að taka það fram að almennt 60% sem að meta hamingju sína mjög góða og bara eru mjög hamingjusamar á skjálum 8 til 10. En ég ætla að fara aðeins yfir þessar niðurstöður að við höfum séð það töluverður munur á hamingju Íslendingar eftir stöðu og starfsheiti og þar sjáum við lægsta hlutfall mjög hamingju sem meðal þeirra sem eru frá vinnu vegna veikinda, 45%, og við sjáum að unga fólki komin undir það. Atvinnulausir og öryrkir 51% 2017, en 18 til 34 komin undir þetta. Það ekki mikill munur á hamingju eftir því hvað mikið að gera hjá fólki. Það eru spurningar það, þar kemur ekki margtakur munur. Andlegur stuðningur frá vinnufélögum virðist skipta meira máli en stuðningur við verkefni þegar kemur að hamingju og stuðningur frá næsta yfirmanni virðist skipta miklu máli varðandi hamingju vinnandi fólks. Þannig að það svona aðeins skilaboðin inn í þennan fund líka bara hvað við getum gert til þess að efla og bæta hamingju. Það að vera til staðar fyrir vinnufélagann okkar og fyrir næsta yfirmann að stuðningur frá honum virðist skipta máli og líka stuðningur frá vinnufélögum. Þannig að vera til staðar fyrir vinnufélagana virðist skipta mjög miklu máli. Ef við skoðum streituna þá hlutfall fullorðna sem finnur mjög oft fyrir mikilli streitu í daglegu lífi. Þá það í rauninni minnkað aðeins í rauninni 2020 þegar við skoðum heildina. Þannig ég ætla bara að fara aðeins í karla og konur og þar sjáum við að ef við berum saman karla og konur í nóvember og desember
á þessum 3 árum að þá þetta sérstæðan kringum svona eitthvað bilnum kringum 20% svona yfirleitt, 2019 eitthvað sérstætt í desember hjá körlum og líka hjá konum, þannig ekki engin gríðarleg og það einhverja sveiflur, veitum ekki hvað hefur gerst en það reyndar mikið hátt hlutfall í nóvember 2020 hjá konum en þetta svo niður í desember. Þannig að það verið meira stress í nóvember, minna í desember og minna í desember 2020 heldur en 19 og 18. Þannig að kannski færri jólaboð og ýmislegt sem að hefur dregið úr streitu og öðru uppákomum svona, þannig að hafa það eins í huga. Og ef við skoðum líka eftir aldri, þá erum við að sjá þetta sama munstur að eftir því sem að við verðum eldri, þá minna streituna, 55 ára eldri alveg bara komin undir 10% þarna í desember. Það þessi þroski sem kemur með aldrinum, við ekki að en svo auðvitað líka bara færri þetta fólki sem vinnandi og með börn og yngri börn og svona, það auðvitað líka það sem meira ríkjandi þarna hjá yngri en yngsti hópurinn 18-34 ára með langhæsta hlutfallið 37,4, 33,8 sem alveg þarna með og feri líka upp í 40, það gerist líka að sé eldri hópur, þannig að það meiri streita, þá alveg þarna 18 líka og reyndar upp í 54 ára heldur en fyrir ofan. Og bara muna streitan, það getur verið bæði þegar oflítið álag sem að er oflítil streita en sérstaklega þegar hún of mikil að þá bæði dregur nú líðan og dregur úr afköstum. Mikilvægt að hafa þau í huga. Og þá svona seinasta mælingin, það einmanaleikinn sem svona nýtt sem við höfum farið að skoða, kannski fyrir nokkrum árum í lýðheilsunni sem að því við vitum að sá þáttur sem spáir best fyrir vellíðan eru félagsleg tengsl. Þannig að skortur á þeim slæmt fyrir hamingju og vellíðan. Þannig við erum að sjá að það voru margt áhugavert varðandi einmanaleikar, við vorum að skoða svona yfir tíman og að við vorum ofta að sjá lægri tölur, eða það voru bara svona almennt að neyfir, það voru ofta að sjá undir 10% sem fullorðina sem finnur ofta mjög oft fyrir einmanaleika árið 2020. En til að bara hoppa strax í kynin og aldurinn að karlar á tímabili var það ungir karlmenn sem eru að upplifa mestan einmanaleika en við erum að sjá miklu aukningu hjá ungum konum. Þarna ég ekki með greint eftir aldri og konum heldur bara kynjum og þá sjáum við það er mikil aukning í einmanaleika. Ef við skoðum bara þess að seinustu mánuði 2020, þau eru komin undir 8% hjá karlmönnum sem að upplifa þessi einmana. Þannig að það getur verið eitthvað í COVID-ástandinu líka sem að við auki einmanaleika, öðruvísi félagslega þarfir hjá konum sem þannig COVID hefur haft sterkari áhrif eitthvað svona sem við höfum verið að velta fyrir okkur. En við erum alveg með 16% þarna í nóvember og 11% rúmlega 11% í desember. Og ef við skoðum aftur eftir aldri, þá erum við að sjá mjög sláandi tölur, sérstaklega eftir við opnuðum aftur minnkuðum takmarkanirnar eftir COVID, svona þarna í júlí og ágúst sáu við rosalega háa tölur, 25,6 og 28,7% ungmenna þegar 18-30 sem upplifði sig einmana. Og svo þetta til þess að vera mjög lágt í desember, við erum að sjá hvernig næstu tölur verða eftir, alveg komin í 9, en við höfum séð mjög háar tölur einmanaleika í ungu fólki þetta árið 2020. Samanborið við sjá að það þarna rétt bara undir 10% þarna hjá eldri hópnum. En ef við tekum þetta saman, þá eru ekki mikla breytingar á líðan þegar heildin skoðuð og það líka svo mikilvægt að við getum brotið þetta niður, því að ef við skoðum bara heildina svo það bara fólki líður bara eins, það engar breytingar. En leiðum við fyrir að brjóta þetta niður og skoða munin á milli karla og kvenna og okkar hópa, þá sjáum við meiri breytingar. Og yngsti aldurshópurinn, 18-34 ára, kemur verst út í öllum mælingum. Það verri andleg heilsa, minni hamingja, meiri streita og meiri einmanaleiki. Og mér langar bara rétt í lokin að fara yfir svona eins og ég sagði upphafi, hvernig má auka velsæld á vinnustöðum, fara yfir svona kenningar jákvæðri forystu, hvað það sem skiptir máli, hvað var rannsóknir sýnt að skiptir máli. Það að byggja jákvætt umhverfi, jákvæð sambönd og samskipti og hafa jákvæðan tilgang. Og þetta jákvæð forysta, og við líka öll leiðum okkar eigið líf og okkar eigið starf einhverju leyti, þannig að þetta ekki bara stjórnendur, heldur þetta vinnustaða menning. Og jákvætt umhverfi einkennist af góðvild, við gerum ráð fyrir að fólk vilji vel, fyrirgefningu, að við fyrirgefum mistök,
Við finnum það að það allt í lagi að gera mistök, við erum ekki jörðuð eða þann tekið algjörlega á teppi fyrir það, heldur það menningin þegar við gerum ráð fyrir að við viljum vel, við getum gert mistök og við getum beðist afsökunar á þeim og að við sýnum þakklæti og það verður skipta miklu máli líka að sýna þakklæti í viðvist annarra þannig að fólk fái svona viðurkenningu fyrir störf sín. Jákvæð sambönd, það einmitt að byggja upp öflug teymi og heyrum meira það og eftir. Jákvæða orku í teymum og það kannski það sem ég vist mjög mikilvægt aðeins að fara inn á, að vinna með styrkleika, skilninga á því við mismundi styrkleika og oft þegar að fólk með ólíka styrkleika kemur saman, þá getur orðið svona óþol og stuð og við erum átt okkur á því við nálgumst hlutunum kannski öðruvísi og þurfum að geta sett okkur í spor annarra og þurfum að byggja traust. Jákvæð orka, þekkjum við öll að við þurfum að finna hvar við sækjum orkuna og hvað tekur frá okkur orku. En það líka jákvæðar orkugjafar í samskiptum og þeir sem gefa frá sér jákvæð orku, þeir afkasta meira og betur og þeir sem gefa frá sér jákvæð orku bæta vinnu annarra. Þið þekkið örugglega öll einhvern á vinnustaðnum sem bara brosir svo hlýtt til ykkar eða gefur svo jákvæð skilaboð og þetta fólk ómetanlegt og jákvæðar orkugjafar geta verið alls staðar, þeir geta verið á gólfinu, þeir geta verið í millilaginu eða í efstalaginu. Og fólk sem í samskiptum með tengslum við orkugjafa standa sig einnig betur. Þetta til svona leiðir til að greina þetta og fyrirtæki sem ganga vel, en rannsókn sín, þau höfðu 3 sinnum fleiri jákvæð orkugjafa samanborið fyrirtæki sem ganga ekki vel. Nú jákvæðu samskiptin, það þessi jákvæð endurgjöf, að hafa styðjandi samskipti, hvernig stöðlum við að jákvæðum samskipti með því að sýna góðvild, áhuga og þakklæti, sýna einlægan áhuga á samstarfsfólki, þessi stuðningur eins og rannsóknar okkar hafa sýnt, leggja sig fram að hlusta og skilja. Og þá það tilgangurinn, vinna hefur tilgang þegar hún hefur veljaðan að leiðarljósi, tengist styggð eða persónulegum gildum, hefur áhrif til góðs í víðara samhengi og byggir upp styðjandi samskipti þar sem fólk upplifir að það tilheyrir hópnum. Þá ættum við ekki að finna fyrir einmannleika heldur. Og ég ætla bara enda á 5 leiðum að velja það, myndum tengsl, mikilvægast, hreyfum okkur, tökum eftir, höldum áfram að læra og gefum á okkur. Takk fyrir mig. Kæra takkir fyrir þetta áhugaverða erindi, Þóra Guðrún. Ég bara svolítið að hugsa þetta unga fólk okkar. Já. Mér finnst þetta mjög sláandi tölur og ég svona velti fyrir mér og ég hvet nú fólk til þess að skrifa inn spurningar á kommentakerfið. En hvað getum við gert til að taka utan þennan hóp heldurðu? Ég held að sé bara mjög mikilvægt að rýnum það dálítið vel og reynum og þurfum að fá þau með okkur, fulltrúa þeirra með okkur til þess að greina þetta betur og átt okkur á því hvað það er greinilega og við sáum eftir efnahagshrunið að það var sérstaklega ungar konur sem komu illa út þar og það var mikil streita, mikið álag og meira þunglindis einkenni þar, þannig að svo erum við að sjá þarna, við erum líka að sjá þetta sérstaklega hjá ungum konum en það líka allur yngri hópurinn. Ég held að þetta hafi verið mesta áskorun fyrir þau og ef við bara, það er svolítið annað líka, við fyrir náttúrulega alveg niður í 18 ára, að vera 18 ára í svona COVID-ári heldur en að vera 35 ára eða 40, þetta bara 1 árið í viðbót en það er margt sem svona kannski bara gerist líka bara á þessum árum og það eru alls konar og fólk í háskóla og annað, það fyrsta árið sem getur verið, það seinasta árið, það útskriftarárið, það fullt af svona auka álagi, en ég held líka fólk með ung börn og sem hefur verið í COVID-inu að alls konar heimanámi og sjáum allt og líka í fjarvinnunni að þetta sé líka auka álag og ég held að það sé mjög mikilvægt að við skoðum þetta vel og við hlúum mjög vel að þessu fólki og hugum að hvernig við getum gefið því meiri orku og því að það hefur greinilega, bara svolítið mikið verið tekið af þeirra orku búi í þessu ári. Alveg greinilega og það kom spurningum hvað þýðir er stórt? Já, heyrðu. Við erum með svona 800 sem eru spurðir í hverju mánuði. Þetta ekkert gríðarlega stórt í hverju mánuði. Þannig að þess vegna náum við ekki oft einhverju marktæk og þess vegna einhverjum sveiflur. En þetta við erum kannski með svona 400 til 500 svör í hverju mánuði. Já.
bara takk fyrir að spyrja það. Ég ætlaði að setja þeim þannig. Svo hérna líka spurning munurinn á líðan marktækur? Hann þannig, ég reyndi að nefna það öðru hvoru, að það klárlega marktækur munur á líðan unga fólksins og eldri fólksins, já. En þegar ég var að fara svona yfir, og þú veist, það til þess að skoða, þá þyrftu munurinn á sólunum að vera þannig að svörtu strikin myndu ekki skarast og það var ég yfirleitt kannski ekki þannig milli mánuða, en það gerist þarna á ákveðnum tímum og það alveg klárlega þegar ég setti rauðu hringina utanum að þá það marktækur munur á yngsta og elsta aldurshópnum alltaf. Mér langar líka kannski í lokin að bara svona út af því að við erum að hugsa hérna líka vellíðan starfsfólk. Nú sem betur fer COVID í góðum málum hjá okkur, eins og staðan núna og hérna margir að fara út á vinnustæðin aftur. Kannski líka svo mikilvægt að hafa í huga hvernig líðan fólks hefur verið undanfarna mánuði, undanfarna ár og þess vegna fannst mér svo gott það sem þú varst að segja til þess með orkugjafana, þetta svo skemmtilegt hugtak að maður bara gleymi ekki að það eru þessi litlu hluti líka sem skipta svo miklu máli. Já, ég get til dæmis sagt þú ert algjör orkugjafi, þú ert svona jákvæður orkugjafi, brosir og með húmor og sér alltaf skemmtilega og þannig að vera í kringum þig gefur jákvæð orku fyrir þá sem eru í kringum þig, þannig að það er bara að vera svo Gunnhildur. Takk, nú bæði ég að leigur. Heyrðu, já, en ég held bara að það koma ekki fleiri spurningar í bili. Eitthvað sem þið langar að segja að lokum, Dóra Guðrún, áður en við förum í næsta erindi? Nei, bara takk kærlega fyrir og ég bara hlakka til að hlusta á næstu erindi og svo kannski kemur eitthvað gott í lokin. Takk kærlega. Glæsilega, takk kærlega fyrir erindið, Dóra Guðrún. Það var mjög fróðlegt. Heyrðu, og þá bara komið að næsta erindi hjá okkur, en það Gunnur Líf Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðsmála hjá Samkaupum, sem að flytur það. Hún hefur auk þess að starfa að mannauðsmálum komið að teymistjórn og persónuvernd og starfa einnig sem skólastjórnandi hjá Hjallastefnunni. Hún ætlar að fræða okkur þá góðu hluti sem að Samkaup hefur verið að vinna að og erindi Gunnar heitir Orðin í verki, öflug framlína í fyrirrúmi, vegferðin að velferðarþjónustu Samkaupa. Gunnur Líf, gjörðu svo vel. Kærar þakkir fyrir þessa kynningu, bara frábært og vá, Dóra, þvílíkt gaman að sjá gögnin sem á bak við það sem við hefum auðvitað haft svolítið á tilfinningunni. En bara mjög gaman að vera með ykkur hérna í dag og bara takk fyrir að gefa ykkur tíma til að hlusta og ég vonaði að ég hef gaman að því að hlusta og ég hef að því að segja frá því sem við erum að gera hjá Samkaupum. En ég heiti Gunnur og stýri mannauðssviði Samkaupa. Og þetta ég ef ég myndi mæta eitthvað svona í raunheimum í dag og þetta út í búð. Ég byrja hjá Samkaupum núna haustið 2018 en mér líður nú svolítið eins og ég hafi alltaf verið hluti af Samkaupaliðinu þótt það sé auðvitað ekki raunin. Þegar ég kem inn 2018 þá stofnað nýtt svið, það að segja mannauðssviðið. Og ég get alveg sagt að krafðist gríðarlegs traust. Og það var alveg svona mjög skýr stefna stjórnanda sem fyrir voru og stjórnar að stefnan var að setja áherslu á mannauðinn og svolítið bara power í hann. Og ég hef svo fengið tækifæri til að leiða þetta verkefni áfram í þeirri vegferð sem við erum hjá Samkaupum. Samkaup byggt á gömlum grunni, ef við getum sagt það, kaupfélagana og stofnað 98. Við erum að reka 62 verslanir út allt land, en við erum líka með netverslun, þannig að ég segi rauninni að við séum með 63 verslanir og svo auk þess skrifstofur. Við erum með 4 vörumerki, en það aðeins ein búð í dag sem heitir Samkaup Strax sem á eftir að breytast í annað vörumerki, en annars áherslan á Netto, Kjörbúðin, Krambúðin og Æsland. Kjarnastarfsemin okkar og hlutverki svo sem mjög skýrt. Við erum rekstrarfélag á neytendavörumarkaði og erum með virkt hlutverk í samfélaginu okkar. Hlutverk Samkaupa að tryggja neytendum góð vörugæði, góða þjónustu og fjölbreytt vöruúrval á eins hagstæðu verði og völ á. Og auðvitað erum við með samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi.
Við förum alla leið. Við erum þekkt fyrir að fara alla leið í þágu vörugæða og þjónustu ásamt því að vera í fararbroddi í nýsköpun og skapa tækifæri fyrir viðskiptavini, samfélag og samstarfsfólkið okkar. Þetta er svona mantran okkar. Þetta er framtíðarsýnin okkar. Mín framtíðarsýn, hvað varðar mannauðinn og mannauðssviðið, er að samkaup verði eftirsóknarverðasti vinnustaður í Íslandi, sama hvort að við séum að leita að atvinnutækifærum 14 ára, okkar fyrsta vinna, erum að útskrifast úr framhaldsskóla eða háskóla eða einhvers staðar á lífsleiðinni. Ég vil að þú kemur og sækir hjá okkur. Og þetta krefst mikilvæga þáttar og fyrst og fremst það að við séum að hugsa fólkið okkar. Þannig að mér langar að sýna ykkur handritið, stefnu áhersluna, hvað þýðir þetta mannauðurinn. Við segjum að starfsmenn og setjum í verk að starfsmenn samkaupa er okkar helsta auðlind og lykilþáttur í að við náum góðum árangri. Og eins og ég sagði ykkur áðan, það vil ég að við séum eftirsóknarverður vinnustaður þar sem ríkir á allt góður starfsandi, hæfni og þekking starfsmanna er viðurkennd og styrkt og allir starfsmenn fá tækifæri til að þroskast bæði persónulega og í starfi. Við viljum að fólki líði vel, það sé vera að hlúa vel að því og við viljum að við séum öll að taka þátt í þessari vegferð. Þannig að þetta er í rauninni stefnu áherslun í mannauði og við byggjum þetta á 4 meginþáttum. Það er öflug framlína. Það er það að þróa og viðhalda sterkri ímynd sem við studda starfsfólki sem býr yfir sjálfstrausti og öruggri framkomu og vilja til að vera með í liðinu og láta gott á okkur leiða. Rétta fólkið og færnin við viljum að tryggja samræmið milli þarfa viðskiptavinnarinnar og þróunar á færni og þroska meðal starfsfólks. Við viljum að vera með skýra stefnu og innleiðingu á ákvörðunum. Það þarf að fara út allt fyrirtækið. Við þurfum öll að vita gildin og framtíðarsýnina. Og við þurfum að vera með góð samskipti, bæði okkar innri samskipti og ytri samskipti til að tryggja þessa sameiginlegu sýn. Og í gegnum samskiptin sköpum við svo samkaupa liðið. En þetta er handritið, það er að segja stefnumótunin og það er samt ekki nóg. Því það þarf að sýna það áfram í verki og ég tel mig vera statt og stöðugt og ekki bara ég heldur allt liðið. Og mér langar að fara dýpra inn í það sem ég tel vera að spila megin hlutverki. Og hver er okkar svona stærsta áskorun? Við vitum auðvitað að það eru hellinga áskorunum og það breytast frá einum tíma til annars. Ef við hugsum út frá 2020 þá var það náttúrulega ein stór áskorun. En þá myndi ég segja að ein okkar stærsta áskorun er að geta vera að hlúa vel að fólki og byggja upp góðan vinnustað þar sem fólk myndar góð tengsl hvort við annað. Og það var gaman að heyra að tölurnar tala sínu máli en við vitum það að fólk er að takast á við einmanaleika og því er þessi tenging við hvort annað þar sem við höfum lagt áherslu á að skapa hjá okkur. Það er þessi tenging og lið. Að allir starfsmenn okkar séu þáttakendur í liðinu. Það eru allir þjálfarar í hópíþróttum sammála það að það næst engin árangur nema lið búi yfir sterkri liðsheild. Það sama á við hjá okkur á hverju einustu starfsstöð, í hverju einustu keðju og svo í heildarfyrirtækinu. Það skiptir alveg gríðarlega miklu máli að við séum að hlúa að liðsheildinni sjálfri, hvort sem það ræður í stórum eða smáum hópum og það þurfa allir starfsmenn að hjálpast að við að skapa samkaupaliðið. Og mér langar svolítið að segja ykkur frá liðsheildinni og hvað við teljum hana mikilvæga þátt í að efla hvert teymi eða hverja starfsstöð og í heildina. Því ef við erum með sífellda áherslu á liðsheildina þá eru ákveðnir þættir sem við erum alltaf að horfa sérstaklega á og hlúa vel að. Númer 1, það er að við erum hópur fólks með sameiginlegan draum. Við erum framsæki matvörufyrirtæki og við erum sífellt að minna á það hjá okkar fólki. Við hlustum á hugmyndirnar og við framkvæmum áfram þær hugmyndir sem koma innan fyrirtækisins. Við búum til mismunandi leiðir til að vera í samskiptum, bæði rafrænt og í persónu. Svo er þetta upplýsingaflæðið sem við erum sífellt að vinna í að gera betra. Og enn og aftur, við erum að segja frá framtíðarsýninni. Við sköpum líka tækifæri í starfsþróun þvert á fyrirtækið og þannig fer fólk á milli
og alltaf að vinna með okkur í þessu liði. Við viljum vera liðið sem eftirsóknarvert að vera í, besti vinnustaður á Íslandi og þannig þurfum við að skapa umhverfi í hverri verslun til að gera samkaup á góðum vinnustað. Við þurfum að byggja stoðþjónustuna upp eins og mannauðssviðið til að þjóna þessu liðum, þar að segja hverju einustu verslun á hverjum einasta stað. Við erum auðvitað með framúrskarandi fólk sem passar vel saman. Við vinnum með styrkleika fólks og við veitum því viðeigandi þjálfun og fræðslu til að takast á við mismunandi verkefni. Við stuðlum líka að fræðslu og menntalegin sem opnar og tækifæri fólks til framtíðar og bjóðum upp á að þau geti sótt sér menntun sem nýtist áfram í starfi. Auk þess erum við líka með fræðslu sem snýr á okkar svona persónulegu styrk, persónulegri þróun, betri svefn, streitustjórnun, persónuleg markmiðasetning og svo framvegis. Þannig að við erum að hlúa vel að því. Það þarf að vera vel skilgreind og skýr hlutverk allra og öll þurfa að vita okkar ábyrgð og vita hvar við eigum að spila í þessu liði. Við vinnum með okkar styrkleika en líka sínum samstöðu. Og ég veit ekki, dæmi það til dæmis núna í COVID árið 2020, þar sem við settum á laggirnar okkur svona eigin bakvarðasveit samkaupa og hún var starfandi og aldrei kom upp það að við þyrftum að loka verslun út frá sóttkví, þar sem bakvarðasveitin var alltaf tilbúin að stíga inn í. Þannig að við förum þvert á. Við þurfum að hafa opin og markviss og hreinskilin samskipti og það líka lykill þáttur í framþróun og nýta mismunandi leiðir. Í þessum töluorðum hér ég svo sem stödd á Akureyri og að taka vinnustofur með starfsfólki. Þar sest ég niður með litlum hópum og við ræðum saman hvernig líður okkur, hvernig leið okkur með árið 2020 og hvað áhrif hafði það á okkur. Hver var lærdómurinn og hvað ætlum við bara að skilja eftir? Og hvað þurfum við til að halda áfram veginn 2021? Við ræðum vinnustaðinn, við ræðum hugafarið og við þjöppum liðinu saman. Svo það gleðin, ánægjan og jákvætt viðhorf. Við þurfum að hafa jákvætt viðhorf gagnvart öllum þáttum. Við komum svo miklu lengra með þá menningu og það hugafar. Við þjálfum okkar stjórnenda í jákvæðu hugafari og hugafari sigurvegara. Virðing gríðarlega mikilvæg fyrir öllu okkar samstarfsfólk og svo vellíðan. Þannig að hlúum vel að okkur og þeim sem í kringum okkur í vinnunni. Og auðvitað má telja fleiri þætti. Þetta svona það sem við erum að byggja okkar samkaupalið á og stuðla á með okkar stjórnendum og með öllu okkar fólki. En það eru líka 3 svona lykilatriði sem við pössum að hvert einasta teymi sé að vinna. Það það að við séum öll með sameiginleg markmið og ekki bara þessi rekstrarmarkmið sem við vitum að svo algeng. Við erum auðvitað með þau, en við erum líka með markmið fyrir liðsheildina. Þar segja hvert einasta teymi setur sig markmið og framkvæmir verkefnið sem það sem lið ætlar að ná. Það getur verið allt frá því að vera best í að flokka eða endurvinnslu innan samkaupa í að það ætla að stofna gönguhópinn á verslunina sem hittist einu sinni í mánuði. Allt liðið ákveður þetta saman. Við leggjum auðvitað áherslu á það að það engin stærri en liðið, sama hvar við erum. Við þurfum alltaf að leggja öll á eitt og saman náum við miklu betri árangri. Samvinna nýja gildi samkaupa og sett af okkar starfsmönnum núna bara í haust. Og svo það traustið. Það þarf að ríkja fullkomið traust okkar á milli og allra starfsmanna. Með traustinu þá náum við að vinna betur saman. En við náum ekki traustinu nema við gefum af okkur. Erum hreinskilin, sanngjörn og tryggjum auðvitað gott upplýsingaflæði. Þannig að til þess að samvinna og traust vera sterkum hlekkjum þurfum við sem stjórnendur að sýna þetta áfram í verki. Ég get alveg sagt að þessi áhersla á liðsheildina hefur margfalt skilað sér og við sáum það vel í gegnum árið 2020 hve öflugt samkaupaliðið Og svo það okkar stjórnenda að styðja það með ýmsum leiðum og meðal annars með því að bjóða eins og upp á velferðarþjónustu samkaupa. Velferðarþjónustan felst í því að við ætlum að auka lífsgæði starfsmanna okkar og bjóða þeim þjónustu til að takast á við óvænt áföll, erfiðleika, ásamt í þetta auka ánægju og öryggi þeirra alla. Og velferðarþjónustan felur það í sér að starfsmenn og nánustu ættingjar þeirra
geta leita aðstoðar hjá breiðum hópi fagaðila vegna persónulegra mála, hvort sem ræðir einhvers konar erfiðleika eða bara einfaldlega hafa áhuga að fá álit fagaðila. Þetta starfsmannum að kostnaðarlausu og án milligöngu stjórnenda í fyrirtækinu, þannig að þeir hafa bara beint samband og við greiðum. Nú þegar hefur verið tekið gríðarlega vel á móti þjónustunni og það nægir okkur að við fáum tækifæri til að veita einum starfsmanni stuðning að tilgangnum náð, en sem betur fer það mun meira. Við vitum nefnilega öll að lífið enginn einn beinn vegur. Við lendum í alls konar áföllum og erfiðleikum sem geta mætt okkur og það okkar hlutverk sem stjórnendur að huga vel að þessu þegar við sjáum tækifæri til að koma á móts við okkar fólk. Það ýmsir þjónustuþættir eins og þið sjáið hér á glærunni sem í boði, allt frá lífsstílsráðgjöf, mataræði, svefnhreyfing, fjölskylduráðgjöf, vandamálteyking, fjármálaráðgjöf, sálfræðiaðstoð, streitu- og tilfinningastjórnun og svo fleira. Og það ótrúlega gott að geta sagt það að unga fólkið okkar sérstaklega duglegt að nýta sér þjónustuna. Við tókum strax ákvörðun í upphafi að fjöldi tíma eða nýting á þjónustunni færi ekki eftir starfshlutfalli. Við erum með mjög hátt hlutfall af ungu fólki sem vinnur hjá okkur í hlutastarfi, en það fær jafn marga tíma á þeir sem eru í fullu starfi. Það hefur verið álag á starfsfólki síðustu mánuði og sérstaklega í því ástandi sem ríkir og þá enn mikilvægara að við séum fyrir til, opnum umræðuna og bjóðum upp á eins og þetta, velferðarþjónustuna. Starfsfólki okkar hefur algjörlega unnið kraftaverk og ég get nú varla hrósa því nóga mikið. Það hefur sýnt ótrúlega þrautseigju og baráttu anda. Velferðarþjónustan einn liður í því að við séum að hlúa vel á okkar liði, samkaupaliðinu og þannig að skapa aðstæður og venjur sem verður hluti af menningu fyrirtækisins til framtíðar. Þannig að nú það bara áfram veginn og þakka ég bara fyrir mig. Kærar þakkir fyrir þetta, Gunnarlíf. Þetta svo ótrúlega spennandi verkefni hjá okkur og gaman að heyra hvernig þið eru að halda utan þennan hóp. Hér komnar 2 spurningar. Það tengist nú aðeins. Hvernig vinnið þið með styrkleikana hjá starfsfólkinu og hvernig finnið þið út styrkleika einstaklingana? Já, góð spurning. Það rauninni, við höfum verið að nýta 2 leiðir. Eitt að við nýtum styrkleikapróf sem við höfum aðalega gert í stoðþjónustu í dag og þannig unnið áfram með teymi og munum fara lengra í það með okkar verslunarfólk. Í verslun færðu tækifæri til að þróast áfram og þannig getur fengið að máta þið inn í fleiri en eitt hlutverk, það að segja innan hverjar verslunar og þannig finnum við út styrkleikana og þetta það hver stjórnandi á sínum stað sem tengist fólkinu sem nær að hvetja það áfram innan sinna styrkleika. Já, og svo hlýtur líka svona eins og vinnan sem þú ert að vinna núna að fara út og tala við litla hópa, hlýtur líka skipta miklu máli og einhvern veginn svona, þá fær fólk tækifæri til þess að láta svolítið í ljósið skína. Já, að sjálfsögðu. Það náttúrulega ómetanlegt að geta farið og hitt alla starfsmenn, þannig að það kemur helling út úr því samtali. Og það var einmitt akkurat það sem ég var að hugsa, sko, þú talaði liðsheildina, þú veist, hvernig náið því á 63 stöðum út allt land, þú veist, bara það hlýtur að vera mjög mikil áskorun. Það gríðarlega áskorun. Eitt við erum mjög dreifð og en þetta snýst allt það að við sem stjórnendum gefum okkur tíma og rými til að fara og hitta fólk. Og það sem við höfum lagt mikla áherslu á, að koma á staðinn og mæta og tala við fólk og fá þannig þau samskipti og þau tengsl. Svo auðvitað erum við með workplace og þessar svona hefðbundnir rafrænilegir, en ég myndi að þetta gefur okkur lang mest að geta komið og verið með fólkinu.
Svo erum við með samkaup á daginn og svona, alls konar skemmtilegheit líka á árshátíðin. Það má Já. ekki gleyma henni, hún er náttúrulega risastór viðburður. En númer 1, 2 og 3, að það er að stjórnendur eru mjög sýnilegir og við erum mikið á ferðinni og mætum til fólksins. Svo er hérna komin spurning, velferðarþjónustan er virkilega flott verkefni hjá okkur. Hafið þið reiknað út meðalkostnað per klukkustund sem starfsmenn nýta sér í tengslu við velferðarþjónustuna? Nei, við höfum ekki reiknað það svo dítilega niður. Nei, við höfum bara ekki gert það, enda teljum við þetta ekki vera þannig verkefni að við ættum að þurfa að reikna það svo niður. En mér fannst áhugavert eins og þú sagðir að það væri unga fólki sem væri opið fyrir að nota þetta. Þú veist, við hérna, nú teljum mig í eldri kantinum allt í einu, en þú veist, og það við erum kannski bara seinni til að fara í svona, þú veist, nýtast svona úrræði eða svona aðstoð. Ég ætla að mín tilfinning bara út frá mínu fólki er kannski að það þarf eitthvað mikið að gerast. Það þarf að koma eitthvað áfall til að eldri sem eru fara að nýta sér þjónustuna, en unga fólki er kannski meira búin að grípa fyrir inn í forvarnunum. Þannig að mögulega er það líka bara mismunandi kynslóðir. Akkurat. Svo er hérna spurning, eru stjórnendur þjálfaðir sérstaklega í samskiptum og öðru til að ná þessum markmiðum? Já. Þeir fá í gegnum sína stjórnendaþjálfun. Já. Og maður er sem alltaf að fara lengra og ég get alveg sagt frá því að við erum að byggja upp bara endurbætt stjórnendanám hjá okkur. Það sem við förum bara inn í bara mannlega forystu. Það sem við munum þjálfa lengra í því bæði þessari styrkleikanotkun og svo auðvitað bara samskiptum og því sem snýr að manninum. Mjög spennandi og verður gaman að fylgjast með þessu í framtíðinni hjá ykkur og þakka þér kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu. Takk fyrir. Nú, þá er komið að síðasta erindi okkar hér í dag og það flytur Hildur Atladóttir en hún hefur starfað 23 ár hjá Ísal og er þar leiðtogi í heilbrigðismálum. Hún starfaði áður þar sem sérfræðingur í umhverfismálum og hefur á sínum ferli stuðlað að góðri heilsu starfsmanna og borið ábyrgð á heilbrigðismálum í víðum skilningi. Hildur ætlar að segja okkur meira frá því í erindi sínu sem heitir Veljan í leik og starfi. Gjörðu svo vel, Hildur. Takk fyrir. Sjáu þið glærurnar mínar? Já, við sjáum þær. Flott er. Takk kærlega fyrir gott boð og þetta hafa verið virkilega áhugaverð erindi sem við erum búin að hlusta á hérna fyrir í morgun. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá því sem við höfum verið að gera hér í gegnum þessi nánast 50 ár, rúmlega 50 ár sem við höfum verið hér til þess að framleiða ál hérna í Straumsvíkinni. Og ég ætlaði að byrja á að segja ykkur, benda aðeins á að í stefnu Ísal í raun og veru hefur mjög lengi verið hluti af stefnu Ísal að hafa heilbrigðis, öryggis og umhverfismál í fyrirrúmi og við segjum þar að auki að það sé forsenda þess að ná framúrskarandi árangri að hafa hæft og áhugasamt og jákvætt starfsfólk sem að í raun og veru það sem að skapar öruggan og eftirsóknarverðan vinnustað. Og við erum þarna með svona nánar skaðlausa vinnustað, við erum sannfærð að áherslan á þessa málaflokka sé forsenda framúrskarandi árangurs og ekki síður þessi öfluga liðsheild sem er mjög mikilvæg til þess að ná árangri. En við göngum þetta aðeins skrefinu lengra og eitt af okkar gildum er öryggi. Við erum með gildin öryggi, samvinna, heilindi, virðing og framsækni. En í þessu skilningi þá er öryggi ekki aðeins það að vera með hjálm, gleraugu og í stáltá, svona eins og öryggi hefur mjög oft verið tengt við. Heldur það í raun og veru starfsmaðurinn sem skapar þetta örugga
þennan örugga vinnustað og að við setjum öryggi og velferð starfsfólks, verktaka og alls samfélagsins í fyrsta sæti. Þannig að við svona, sem við segjum, við reynum að ganga þetta svona aðeins skrefinu lengra með öryggið. En aðeins í gegnum tíðina þá höfum við nánast frá upphafi starfseminnar haft reglulegt heilsufarseftirlit og boðið starfsmönnum upp á reglulegt heilsufarseftirlit sem langflestir fara í gegnum árlega. Og þetta einnig hluti af okkar kjarasamningi sem er nokkuð einstakt og held að við getum fullyrt að við séum fyrst til þess að setja það þar inn. En að mestu leyti þá snýst heilsufarseftirlitið mælingar tengdar þeim áhættuþáttum sem við höfum hérna í vinnuumhverfinu óhjákvæmilega. Þannig að við erum að huga að eins og blásturspróf vegna lungna og heyrnarmælingar því það hávaði í okkar vinnuumhverfi. En það ýmislegt annað sem að við erum líka að bjóða upp á öllu jöfnu sem þá tengt svona almennu heilsufari, svo sem blóðþrýstingur, kólesteról, blóðsykur og eða eitthvað annað sem að menn vilja ræða og það líka leggjum við mikla áherslu á að ef ástæður til að þá vísum við starfsmönnum áfram til heimilislæknis eða til sérfræðings og það þá yfirleitt okkar trúnaðarlæknir sem hefur milligöngu það. Starfsmenn, allir okkar starfsmenn geta að sjálfsögðu fengi tíma hjá sálfræðingi ef að þeir bera sig eftir því og það alltaf eitthvað að slíkt sé í gangi og kannski rétt að nefna að í kringum hrunið 2008-2009 að þá vorum við á tímabili með opin svona síma inn til sálfræðistofu í einhverja mánuði þar sem að menn gátu hringt og óskað eftir samtali og fengu þar nokkra tíma en niðurstaðan var í raun og veru sú að þetta var sáralítið nýtt og allavega ekki á þeim tíma en okkar tilfinning og miðað við það sem hefur komið fram í báðum erindunum hérna í morgun að það mjög líklega svona önnur þörf núna eða maður hefur á tilfinninguna staðan væri önnur, menn myndu frekar bera sig eftir slíkri aðstoð ef hún væri opin. En við gerum einnig reglulega kannanir á félagslegum og andlegum aðbúnaði á vinnustaðnum og síðast 2018 og reyndar endurtóku verða núna í febrúar en höfum ekki fengið niðurstöður. Og niðurstöðurnar voru í raun mjög jákvæðar. 70–90% starfsmanna voru almennt mjög ánægðir með þann stuðning sem þeir fá í vinnu, almennt með réttlæti og jafnræði almennt ríkja á vinnusvæðinu. Umhyggja yfirmanna fyrir heilsu og líðan starfsmanna sé mikil, samskipti voru almennt góð, gott jafnvægi á milli vinnu og einkalífs og það var almenn ánægja með að vera í hópnum og bara vera almennt í þessu starfi. En það voru þó kannski svona 30% sem að töluðu að það þeir fyndu fyrir streitu í vinnunni. Og eins og ég segi þá endurtóku verða núna í febrúar og erum að bíða eftir niðurstöðum. En svo höfum við líka mjög lengi staðið fyrir ýmsum uppákomum og hvatningu og fyrirlestrum svona hinn ýmsu málefni. Við vorum lengi vel nánast áskrifendur af því að hjólað í vinnuna en höfum nú svo sem aðeins dregið okkur út úr því. Höfum mjög mikið tekið þátt í Reykjavíkurmaraþoni, verið með alls konar kynningar, fyrirlestra og já, í raun bara lagt mjög mikla áherslu á að svona kynna fyrir starfsmönnum eitt og annað og í raun og veru færa það til þeirra. Einn mjög mikilvægur og eitt af okkar gildum eru samskipti. Einn mjög mikilvægur þáttur í vellíðan á vinnustað að samskiptin séu góð og við teljum að með því að hafa samskiptasáttmála þá sé það góð leið svona til að ramma inn þá hegðun sem að við viljum tileinka okkur og leið svona svolítið segja hvað það sem að við teljum ekki æskilega hegðun. Og árið 2018 þá hófum við þá vegferð að búa til samskiptasáttmála ísal og það voru 40 starfsmenn sem voru valdir þvert á deildir og störf til þess að vinna að þessum sáttmála. Við hittumst á nokkrum fundum
og það var í raun og veru hópurinn sem ákvað í raun hvað ætti að standa þarna, hvað viljum við að sé í samskiptasáttmála Ísal, og það mjög mikilvægt að leggja áherslu á að þetta sáttmáli, þetta sáttmáli, þetta ekki reglur, þetta ekki samskiptareglur, heldur svona viljum við hegða okkur, svona viljum við koma fram við aðra. Og þessi sáttmáli hann byggir á okkar gildum og tekur á þeirri hegðun, eins og segis, góðri og slæmri, sem að við ákveðum fyrir hvert og eitt þeirra. Markmiðið var síðan að svona innleiða þetta í 2020 með miklu átaki, en það hefur nú eitthvað komið í veg fyrir það. Þannig að við höfum verið að kynna hann svona í minni einingum, og til dæmis þá núna verið að nýta þennan samskiptasáttmála í starfsmannasamtölum, og þá eingöngu verið að horfa til svona þessarar jákvæðu hegðunar, hvað góð fyrirmynd og hvernig viljum við, hvar erum við sterk, hvar liggur okkar styrkleiki í þessari góðu hegðun og hvar erum við til fyrirmyndar, og tilgangurinn að sjálfsögðu til að efla starfsfólkið og að festa svona þessa góðu hegðun í sessi, svona þessa sem við viljum virkilega hlúa að. En svo kom COVID. Og þá breyttist ýmislegt eins og hjá öllum öðrum. Og það sem skiptir okkur miklu máli að sjálfsögðu að vernda vinnustaðinn, að vernda þá sem eru okkar svona dýrmætasta framleiðslu starfsmennirnir. Og við settum mjög miklar reglur á vinnusvæðinu til þess að draga úr smithættunni og eins og ég segi, vernda alla framleiðslu starfsmenn. Við til dæmis engin blöndun milli hópa, allt bannað, þar með talin leyfðum við ekki yfirvinnu vegna þess að yfirvinna þýðir mjög oft blöndun milli hópa. Hvert einasta vinnusvæði var ákveðið sóttvarnahólf, mötuneytinu var skipt upp og þeir gera alltaf grína mér að sitja svo í Norður Kóreu, í stað þess að 4 sitji við eitt og sama borði, þá bara 1 og það horfa allir í sömu átt. Og það sést ekki matatíma fyrir hvern hóp og baðhús með mjög afmörkuðum reglum og mikil áhersla lögð á sótthreinsun sameiginlegs búnaðar og snertiflata og milli hópa og guðmánda hvað. Þetta var endalaus áróður og workplace, en menn tóku virkilega vel í þetta og þetta gekk mjög vel, og ég fékk ófáa símhringingarna frá mönnum sem voru að kvarta undan því að þessir í hinum hópnum eða þessir í baðtímanum og undan voru ekki að standa sig, þannig að ég var beðin að vinsamlegast að svona tukta menn aðeins til í reglunum. Það skiptir ekki síður máli að hlúa að þessum sem eru viðkvæmir. Þetta var mikil óvissa, sérstaklega hérna í vor, og menn voru óöruggir, og sérstaklega þeir sem voru með einhvern af þessum undirliggjandi sjúkdómum sem voru gefnir út að gætu valdi verri útkomu ef að þeir smituðust. Og þessa einstaklinga nálguðust við svolítið út frá einstaklingnum. Við sendum út skilaboð til þeirra sem töldu sig vera í áhættuhópi með þessa undirliggjandi sjúkdóma, og þeir ræddu síðan beint við heilbrigðisteymið. Og það var síðan læknir sem ráðlagði viðkomandi hvað skyldi gera, hvort að hann ætti að vera heima eða hvort að það væri óhætt að mæta til vinnu. Flestir vildu mæta til vinnu, og þá ef ástæða var til þá gerðum við bara sérstakar ráðstafanir á þeirra vinnusvæði til að tryggja öryggið og að lágmarka smithættu. Og það var í raun og veru þannig niðurstaðan að það voru örfáir sem voru heima svona á meðan mesti kúfurinn gekk yfir. En eins og ég segi, við reyndum bara að hafa þetta þannig að menn gætu mætt, því auðvitað félagslegi þátturinn svo geysilega mikilvægur í þessu. Síðan voru líka einstaklingar sem báru sig eftir aðstoð og andlegum stuðningi á þessum tíma, og þeim var vísað áfram til sálfræðings. Og síðan, eins og við höfum öll orðið vör við, þá hefur verið mjög mikil umræða aukið heimilisofbeldi í kjölfarið á faraldrinum, og því vorum við mjög stolt af því að
innleiða á þessu tíma verklag og stuðning við þolendur heimilisofbeldis. Og þetta konsept okkar hefur verið kynnt á öðrum vettvangi og ég ætla ekki að fara ítarlega í það en þessi stuðningur hann felst í ráðgjöf og aðstoð sem getur því til dæmis síma, lokatölvupósti eða einhver annars konar öryggisaðstoð, launaleyfi eða sveigjanleiki í vinnutíma og svo fjárhagsstuðningur. Og þetta verklag hefur verið kynnt og þetta til staðar en að sjálfsögðu vonustu til þess að þurfa aldrei að grípa til þess að nýta þetta. Skrifstofufólkið var í raun og veru bara sent heim, svona mjög einfalt. Það kom upp smit hjá okkur í miðjan mars og í kjölfarið á því þá fóru í raun og veru allir sem vinna á skrifstofu og gátu sinnt sínu störfum að heiman heim. Og það hefur í raun og veru verið svolítið þannig að margir fóru bara með skrifstofunum sína heim, með skjáinn og stólinn og allt sitt hafurtask og þannig það stundum, eða í sumum tilvikum ennþá. Og þetta var eiginlega þannig að við fengum, það kom upp smit seinnipart á föstudegi og mánudegi voru allir farnir heim eða svo gott sem. Og það verður bara að segjast eins og að þetta algjörlega nýr veruleiki fyrir okkur. Því að við höfum verið svona 8-4 fyrirtæki, við mætum hérna í Straumsvíkina klukkan 8 og við erum hér til klukkan 4 og það hefur í raun og veru sáralítið tíðkast að vera með svona sveigjanleika í vinnu eða að vinna hluta heima. Auðvitað alltaf eitthvað sem kemur upp á þannig en svona almennt hefur þetta verið þannig að við höfum bara verið hér í Straumsvíkinni á okkar vinnustað. En við ákváðum að spyrja þá sem voru heima og höfum gert 2 kannanir á þessu tímabili, þá fyrr í apríl og svo þá seinni í nóvember. Og þetta svona, það var almennt töluverð ánægja með þessa fjarvinnu. Það kemur svo reyndar í óvart kannski, eða ég veit það ekki, að tengsl við teymi við fór úr því að vera 98% niður í 89% í sörunni í október. En við spurðum einnig andlega líðan í október og það var í nóvember ætlaði ég að segja, ekki október. Og þá kemur í ljós að það 7%, 9% sem að telja sig líða betur. En það þarna rúm 20% sem finna fyrir verri líðan núna en fyrir COVID. Og mögulega er þessi verri líðan, getum við tengt hana við það að svona á þessu tímabili nákvæmlega þá var faraldurinn á mikilli ferð hérna, það voru mörg smit á hverjum degi. Jólin voru framundan og kannski óvissa og menn vissi ekki alveg hvernig þetta færi tímanna samkomu takmarkanir og eitthvað, þannig að mögulega hefur það haft eitthvað það að segja. En menn gátu einnig svona skilið eftir ummæli og jákvæð ummæli varðandi fjarvinnuna voru að þetta væri betra næði, þetta væri tímasparnaður, þetta væri aukinn sveigjanleiki, umhverfisvænna vegna þess að þetta dregur úr akstri og mennum voru ekki að prenta eins mikið af blöðum út og síðan líka að menn vilja hafa þennan möguleika í framtíðinni. Neikvæðu athugasemdirnar voru meðal annars félagslegi þátturinn sem kemur ekki á óvart. Það voru ekki skörp skil á milli vinnu og frítíma. Og síðan það náttúrulega þessi aðstaða. Það hafa ekkert allir aðstöðu til þess að setja upp skrifstofu heima hjá sér. En við höfum lært margt nýtt af þessu, það ekki spurning og þetta gríðarleg breyting fyrir okkur all hérna í Straumsvík allavega og ég held að bara fyrir alla landsmenn í raun. En það góða við þetta, það ýmislegt og mjög margt gott sem við getum tekið með út úr þessu. Þetta hefur gengið virkilega vel. Og starfsemin hérna í Straumsvík hefur gengið virkilega vel þrátt fyrir að við værum mjög stór hluti starfsmanna að vinna heiman. Og við höfum auðvitað lært mjög mikið af nýjum aðferðum og mikið af þessum aðferðum eru komna til að vera. Línfundirnir okkar sem hafa verið eru algjör kjarni í starfseminni, línfundir á hverjum einasta degi eru bara allir komnir á netið.
Og síðan eru menn farnir að vera með bilanagreiningar og búnaði beintengt út í bæ. Eitthvað sem hefði þótt algjörlega óhugsandi hérna fyrir bara fyrir ári síðan eða svo. En við þurfum væntanlega einhvern tímann að snúa aftur á vinnusvæðið að lokinni heimavinnu og það hefur verið töluvert rætt og ritað að undanförnu að það geti verið erfitt að snúa aftur úr þægindum heimavinnunar, vera með kaffivélina hægra megin og ísskápinn vinstra megin, það getur bara orðið virkilega áskorun. Og ekki síður þessi félagslegi þáttur, að vera allt í einu innan fullt af fólki. Það má ekki draga úr því álagi. Og í raun og veru þarf svolítið að hvetja fólk til að koma tilbaka. Nánast svona eins og að fara að hvetja fólk til að taka þetta svona eins og í aðlögun á leikskóla. Því að við höfum í raun og veru hérna í Straumsvíkinni verið nánast í heilt ári burtu vegna þess að eða frá miðjum mars og eins og ég segi, sumir eru ekki komnir enn. Því að við fórum í raun og veru aldrei 100% tilbaka inn á vinnusvæðið í sumar, ólíkt mörgum öðrum vinnustöðum hér á landi. Menn komu inn svona 50-50 og síðan voru það sumarfríin og síðan gerist það að það kemur aftur upp smitt hjá okkur í lok júlí í þessari svokölluðu annarri bylgju og þá fór allir heim og eins og ég segi, það eru margir þar ennþá. Og það hefur margt breyst og kröfurnar eru aukast og fólk vill þennan sveigjanleika og það er mjög mikilvægt að þessi sveigjanleiki hann sé svolítið rammaður inn. Við séum með svolítið skýran ramma það hvernig viljum við hafa þetta í framtíðinni. En þetta verður að vera svolítið svona í föstum skorðum. Og eins og ég segi, það eru klárlega áskoranir bæði innan vinnusvæðisins og utan. En hvað nú? Til að auka vellíðan starfsmanna í leik og starfi. Nú er ég búin að vera að fara svolítið í gegnum svona það sem við höfum gert í gegnum tíðina sem ég tel vera heilmikið, hvernig við höfum tæklað ástandið á tímum COVID og síðan er það náttúrulega framtíðin. Hvað getum við gert? Hvernig höldum við áfram? Hvað svo? Og það sem að skiptir okkur langmestu máli er að það sem að við gerum verði markvisst og að það veiti þann stuðning sem maður þarf á. Og til þess að við getum gert það, að þá teljum við mjög mikilvægt að fá tilfinningu fyrir stöðunni. Hvernig líður ísalsstarfsmanninum í dag? Og við bíðum eftir niðurstöðu úr þessari könnun á félagslegum andlegum aðbúnað á vinnustað. Sú könnun kemur til með að gefa okkur ákveðna mynd. Hún er gerð á skömmum tíma yfir allt fyrirtæki að sjálfsögðu og það verður mjög áhugavert að bera það niðurstöðu saman við 2018 í svona allt öðru umhverfi. En við höfum líka mjög mikinn áhuga á því að kafa aðeins dýpra og í gegnum tíðina þá hefur verið spurt í heilsufarseftirliti líðan í vinnu. Hjúkrunarfræðingur hefur spurt starfsmenn. En nú ákváðum við að fara og spyrja dálítið markvissar og nákvæmar. Þannig að við spurjum hvort að menn finni fyrir kvíða, hvort þeir finni fyrir streitu, hvernig líður í vinnunni, hvernig eru samskiptin og er þessi kvíða eða streita, er hún vinnutengd? Og það það er ekki mjög margir búin að fara í gegnum þetta en þó dágóður hópur, svona allavega nægilega mikil til þess að draga ályktanir og við sjáum alveg greinilega að það er ákveðin hópur sem finnur fyrir kvíða og streitu. Það er kannski tæplega 50 af þeim sem finnur fyrir kvíða og streitu og það bil helmingur þeirra talar að þetta sé vinnutengt. En hins vegar er mjög áhugavert að sjá það niðurstöður að þegar það er spurt í þessu heilsufarseftirliti hvernig mönnum líður í vinnunni, að þá eru nánast 100% svörun þar að mönnum líður vel í vinnunni. Þannig að það er virkilega áskorun hjá okkur, hvað er það sem er að valda þessum kvíða og þessari streitu ef að mönnum líður almennt vel? Og hvað getur þetta verið í þessu vinnuumhverfi? Og við eigum auðvitað eftir að átta okkur betur á þessu umfangi og hvar við eigum að bera niður. Það er náttúrulega ýmislegt í samfélaginu sem hefur áhrif, menn hafa nefnt
að það aukið álag á ýmsa hópa vegna regla á vinnusvæðinu. Við erum með mjög stífa reglur, það verður bara viðurkennast, vegna þess að það getur haft geysilega áhrif á okkur ef að það kemur upp smit í einu vinnuhópnum og það stór hópur sem þarf að fara í sóttkví og við höfum alveg lent í því. Þannig að aukavaktirnar eru bannaðar og það engin blöndun á milli hópa sem að getur aukið álag ef það kom upp veikindi eða eitthvað slíkt. Og síðan hafa menn líka verið að nefna þessa óvissu sem að var í kringum fyrirtækið óneitanlega en sem blessunarlega hefur núna verið eytt og eru allir mjög glaðir með það. Menn höfðu áhyggjur af því að hreinlega bara missa vinnuna. Það getur nú heldur betur valdið kvíða og streitu. En við höfum aðgerðirnar sem við ætlum að fara í. Þær koma til með að taka mið af þessum niðurstöðum sem að við fáum og við höfum sett okkur það markmið að vera tilbúið með aðgerðaráætlunum mitt ár og þetta verður virkilega áskorun að vera með aðgerðir sem að snúa af vanlíðan og streitu sem ekki vinnutengt fyrir utan það að reyna að ná utan það sem að vinnutengt og að þær muni ná til allra þeirra sem að þurfa á þeim að halda. Takk fyrir mig. Kæra þakki fyrir þetta, Hildur, og mjög áhugavert. Það sem að ég kannski hugsa bara hvað þið hafi verið öflug í COVID að taka strax á málum og mjög áhugavert að sjá hjá þér þessar kannanir sem það hefur verið að gera líðan. Og líka langar mig að segja að þetta með að taka á heimilisofbeldi líka, það finnst mér alveg, þetta ekki næstum því einstakt? Þið ekki svona í fararbroddi allavega innanlands með slíka aðstoð, veistu það? Mér vitanlega engin annar með þetta, en þetta hefur vakið gríðarlegan áhuga og við höfum fengið heilmargar fyrirspurnir og þetta hefur verið kynnt á svona míniráðstefnum hjá stjórnvísi frekar en dokkunni eða öðru hvoru þannig og mikil viðbrögð í kjölfarið. Já. Þannig að ég held ef við getum alveg fullyrt að við séum svolítið svona að ríða vaðið þarna en vonandi koma bara hinir í kjölfarið og vonandi þarf enginn að nota þetta eins og ég segi en þetta er ákveðið svona stuðningsnet og skiptir fólk geysilega miklu máli. Algjörlega. Ég hlustaði á kynninguna og algjörlega bara var dolfallin. Mér fannst þetta svo flott. En eins bara finnst mér gaman að sjá hennar samskiptasáttmála sem að þið eru að vinna með og verður fróðlegt bara að sjá í framtíðinni þegar verður ekkert svona COVID ástand í vegi. Já. En það eru ekki komnar neina spurningar enda og ég svolítið þar líka, þegar mér datt einhver spurningu hug þá svaraði hennar næstu glæru. Þannig að mér finnst þetta bara mjög ítarlegt og gott erindi og ætla bara að fá að þakka þér fyrir. Og þá held ég bara að það sé komið að lokum þessa morgunfundar hjá okkur. Og ég vona bara að allir fari fullir fróðleiks út í daginn og það er svo mikilvægt að hlúa heilsueflingu starfsfólks og við munum áfram leggja áherslu á þennan málaflokk. Og ég vil þakka öllum fyrirlesurunum hér í dag fyrir þeirra mikilvæga framlag og góða erindi. Næsti morgunverðarfundur hjá okkur verður í maí og við munum auglýsa það betur þegar þar að kemur. Takk fyrir öll að vera með okkur hér í morgun og hafið þið góðan dag.